Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Úti veður eins og vænta má þegar kemur haust á Íslandi, þá fer nú ýmislegt að gerast hjá okkur og hún nokkuð grimm rigningin akkurat í þessum töluðum orðum. Við höfum lifað annað eins og þolað annað eins og lítum þetta bara þeim augum sem að líta ber. Og það hægt að sætta sig við það. Þetta eykur vatnsbirgðir okkar Íslendinga og ekki veitir af því. Það eiga til nóg af vatni því að sum ríki eru í vandræðum með að afla nægs vatns. Og þá nú ekki gott í efni ef að vatnsskortur verður, hvort sem hjá okkur eða öðrum. Þannig það allavega ekki vandinn hér á Íslandi vatnsskortur, en allt getur svo sem þetta gerst. En við erum ekki fólki sem höfum of miklar áhyggjur af svona löguðu. Ef við viljum hafa áhyggjur af einhverju sem við viljum auðvitað ekki, væri það að trúin á einhvern hátt dalaði. Það eitt sem getur gerst eins og allt annað í lífinu getur gert, að þá getur nú svo farið, elskaði vinur minn, að trúin sljangi í hjartanu. Og við vitum það og þurfum ekkert að ræða neitt frekar um það, að það aldeilis ekki vilji Guðs farið svo. Þetta gerist vegna þess að ég og þú við erum með þennan ágæta frábæra frjálsa vilja og ráðum alveg lífi okkar. Hverju við aðhyllumst og hverju við fylgjum. Það bara ég einn sem skerur það, segir til það, hvernig og ég fyrir mína parta hef valið að fylgja drottni Kristi eftir og hér ég að brýna sjálfa mig á þessum vegi og með mér þig sem að trúir sama og treystir á lifandi Guð og hefur þurft að hafa fyrir þinni trú, berjast fyrir þinni trú, því það okkur í raun og veru ætlað. Trúin, hún á að vera okkur nógu kær til að við séum tilbúin til að berjast fyrir henni og það alveg ljóst að sé okkur ekki eitthvað kært. Því ættum við þá að vilja berjast fyrir því. Kann að vera að hjá einhverjum sé trúin svona ekkert sérstakt og hvers vegna ætti slíkt fólk að vilja berjast fyrir sinni trú? Ég held að slíkt fólk gerir það heldur ekki og kannski fólkið sem svona alltaf svona hálfvolt í sinni trú og afstöðu til Jesú. Það kann vel við að fylgja honum, en þó ekki. Lifir hálfgildings í kirkjunni og hálfgildings í heiminum og hvaða manneskja þetta? Manneskja sem drottinn segir að sé hálfvolg og hann segir nú bara meira sem hann á endanum muni spýta út úr munni sér. Og það nú ekki það sem við viljum. Og það nú ekki það sem byrjað var með, lagt upp með á síni tíma. Þegar við fengum gjöf heilags anda og sáum og föttuðum og skynjuðum og skildum að það var til eitthvað sem hét Guð, skapari himins og jarðar. Þessa fullvissu tel ég að allir hafi fengið. Og þetta vissa sem greipti svo fast í hjarta mínu að hefur aldrei nokkun tíman vikið. Ég efast þetta atriði. Trúagangan hins vegar hefur fært mér eins og þér alls konar
af því að þetta kannski ekki alltaf og sjaldnast, eða ekki alltaf allavega eins og maður vildi sjálfur, en samt Jesú hinn sami, Kristur hinn sami, orðið heldur, það stendur fast á sínu. Þess vegna beinir Drottinn alltaf trú okkar að orðinu, sem þetta fasta í okkar lífi, sem trúuðu fólki. En það gerist ekki, viljum við ekki rækta samfélagi við lifandi Guð og það ræði öllu, það ræði einn öllu. Og þetta svona áskorunin og ábendingin og hvatningin til mín og þín að stunda þetta, leggja rækt í þessa hluti og þá gefur það sinn ávöxt sem hvað? Í trú sem heldur út, sem gengur áfram þrátt fyrir allt sem mætir henni. Og þá alveg pottþétt, ef að þú tekur þennan pól í hæðinni, þá getur þú aldrei verið þessi hálfvolga manneskja með annan fótinn í heiminum og hinn fótinn í Guðsríkinu og endalaust að vega og að meta á hvorum staðnum þú vilt vera á. Stundum líka miklu betur við heiminn og stundum líka miklu betur við Guðsríkið. En ert svona rokkandi þarna á milli vegna þess að þig vantar festu inn í þitt líf. Og hvernig kemur þessi festa? Eins og við erum að tala hér, þá kemur hún af ástundinni einni saman. Þú nærði ekki festu í neinu eða hún stundar ekki það sem þú vilt ná festu í. Að gera því grundvallar atriði og að gera þið góða grundvallar atriði til að uppbyggist í þér og mér þetta góða. Og þetta góða sem við viljum að uppbyggist í okkur frá Guði. Hann þetta góða og hann býður mér að þiggja þetta af sér og þá verð ég þessi manneskja sem verður góð ilmur lifandi Guðs. Þetta ekki bara stórt og bara merkilegt að hugsa að maður getur orðið þetta? En þetta það sem orðið segir. Enn og aftur sjáum við mikilvægi þess að vita góð skil og orði Guðs. Hver afstaða þín til orðsins? Líklega jákvæð og það náttúrulega frábært ef svo en hvað gerirðu til þess að skilja þetta ágæta orð betur en þú kannski gerir og örugglega gerir, því að við getum alltaf verið að bæta við okkur þekkingu í orði Guðs, það nú bara þannig. Hver afstaða þín til orðsins? Og hvað ertu tilbúin til þess að gera mikið til þess að fá meiri skilning orði Guðs? Og hvernig ertu að lesa? Og hvernig ertu að velta fyrir þér orðinu? Lestu? Pælir eitthvað í því sem þú varst að lesa? Hefurðu gefið þessu orði einhvern tíma eftir að þú ert búin að lesa það? Hefurðu leyft einhverju í orðinu að stökkva á þig? Og til hvers stekkur það á þig, ef svo má orðið komast, til að þú skoðir það ögn betur? Hefurðu gert það? Ja, þú svarar því, ég veit ekkert það. En þetta leiðin sem að Drottinn gefur til þess að þú vaxir, til að þú eflir úthaldið þitt í trúnni, til að minnka líkurnar á og það hætta alveg að þú sért með annan fótinn í heiminum og hinn fótinn í Guðs ríki. Á meðan svoleiðis ástandi hjá þér, þá getur maður alla talað trú hjá fólki. Hver þá þessi trú? Ef að ég annars vegar allur í heiminum og hins vegar allur í Guðsríkinu og rokkandi þarna á milli, hvað má þá segja mína trú? Alveg örugglega, hún ekki öflug, það alveg á hreinu. En trúaður maður, bara eðli málsins samkvæmt, vill að trú sín sé öflug, sé sterk, sé hrein og sé bein og sé Guði vel þóknanleg. Og þess vegna erum við að gera það sem við erum að gera, að því Drottinn vill ná þessu upp í einstaklingi. Og þú ert einstaklingur sem hann dó fyrir, sem hann gaf heilagan anda, sem hann gaf trú, sem hann gaf orðið.
Hann gaf samfélagið og allt þetta sem þarf. En hver niðurstaðan fyrir þig, þína parta, akkurat í þessum töluðum orðum? Hver staðan? Hefur trúðin vaxið? Og núna biður drottinn þig að svara í sannleika. Hefur hún vaxið? Ég held að mörgum af okkur vefjist tunga tönn við að svara þessu. Af hverju? Kannski leiðum við ekki svo mjög hugan að því hvort eigi sér stað trúar vöxtur í voru hjarta. En það einmitt það sem að drottinn vill að við gerum. Hann vill að við leiðum hugan að því. Páll segir, prófið ykkur sjálfur. Hvað er að prófa sig sjálfur annað heldur en að leiða hugan að því sem að maður hefur verið að nema og læra og sjá niðurstöðuna í dag eins og hún er akkurat núna. Próf eru alltaf með þeim hætti gerð að þeir sýna niðurstöðuna og árangurinn af því sem að undan er gengi núna. Það er próf. Og ef við viljum fá góða einkunn, ef við erum að læra eitthvað og að bókum og svo framvegis, þá tökum við prófið því og þá viljum við fá góða niðurstöðu. Kannski verður hún ekki alveg skoðun sem við heldum og það er kannski vonbrigði fyrir einhvern. En höfum við einhvern tíma að teki próf í þessum trúarlegu fræðum prívat? Höfum við séð einhverja niðurstöðu úr þessum prófum? Hvar við stöndum raunverulega í okkar trú? Getum við sagt okkar trú að hún sé öflug? Getum við sagt okkar trú að hún sé svona miðlungs? Getum við sagt okkar trú að hún sé bara hreinlega slök? Allt eru þetta niðurstöður sem koma að því að við fórum af stað og prófuðum okkur sjálf. Það þarf enginn að vita neitt þessa niðurstöðu. Þú þarft ekki að segja mér hana, þú þarft ekki að segja hana nokkur í manneski nema þú viljir það sjálf. En þetta er mikilvægt fyrir mig sem prívat persónu. Og þannig hugsuð í raun og veru. Hún er ekki til þess að blása þessu yfir mann og annan. Hún er fyrir mig til að ég sjái og niðurstaðan er því sannleikur stöðuna. Kannski verði ég ofboðslega glaður og ánægður með þessi niðurstaðan segi mér til en þá væri það líka sannleikur. Rétt eins og niðurstaðan gæti orðið þannig að trú mín væri slöpp og slök. Þá væri það líka sannleikur. En í sjálfu sér engin áfellisdómur yfir eitt eða neitt, en hvatning og brýning að taka mér taki. Gera skör í því að þetta vaxi. Og hvernig geri ég? Fæ ég vöxtun til að komast af stað aftur? Það er bara ein leið til þess. Þú ræktar samfélagið við lifandi Guð, þú lest meira í orðinu og hugleiðir orði meira en þú hingað til hefur gert. Og þetta flökt á milli trúar og vantrúar hættir. Og eftir stendur bara Jesús sjálfur allir sinni dýrð og öllu sínum mætti fyrir augliti þínu og í þínu lífi. Og það með breyta öllu fyrir þig, rétt eins og það hefur gert fyrir mig. Þannig það er engin efi í mínu hjarta hvort ég ástunda þessa trú lengur eða ekki. Þó margt hafi nú komið að manni og maður hefur velt fyrir sér og með alls konar hætti. Þá hefur það aldrei verið neitt kringu þessa trú í eigin hjarta. Hún að mínu vilja á að vaxa. Og ég veit alveg leiðina að því hvernig hún vex. Ég veit alveg og þekki fæðuna sem henni ber að fá til að hún geti þroskast og dafnað eins og trúnni er ætlað. Við erum að tala það hér, hvað þarf. Og þá náum við festu, þá skýtur trúin rótum og eftir því sem að ræturna dýpka vitum við að við verðum stöðugri. Við sjáum trén. Það þarf mikil atgangi í veðrinu til að alvöru tré rifni upp með rótum. En það því miður gerist því að
Það er engin spurning um það að veðrin oft eru miklu harðar en þau voru hérna í eina tíð og stærstu tré rifna upp með rótum. En við þurfum ekki að vera á þessum stað með okkar trú, með okkar kærleika til drottins, með okkar ástundun með honum að því sem hann gaf okkur, og verða ræturnar svo djúpar að það getur ekkert rifið þær upp. Ekkert. Já, það er rétt, við höfum séð stærstu tré, alveg ótrúlega stór tré eftir þessa fellibylji sem að koma nú víða um heim, að þau liggja bara flöt, þykkir stofnar sem að maður varla held ég gæti tekið utanum þó maður reyndi. En þetta lá allt bara flatt. Þannig við sjáum að atgangurinn hefur nú verið nokkur. En þetta líka getur gerst í okkar trú, að atgangurinn verður alveg skelfilega mikill og miklu meiri heldur við nokkuð tíman vildum né báðum eða vorum neitt að pæli en fengum. En að því að við höfum verið að gera okkar til að Drottinn geti gert sitt í okkar lífi, hann er svo góður, hann verður alltaf að sjá mig fara af stað til að hann geti byggt utan á það sem ég er í raun og vera að biðja um, og hann gerir það sem þarf. Hann gerir það sem þarf til að trúin haldi, til að ég haldi velli sem þessi trúaði einstaklingur sem ég segist vera. Og árin að baki sýna það að svo hefur verið. Hvað segja árin að baki við þig? Kannski allt aðra sögu. Kannski bara hryggðarmynd, sögu í hryggðarmynd. Af hverju? Hefur reynt að svara því? Hefur reynt að grænslast fyrir það af hverju? Já, það er þitt mál að svara því. Ég svara fyrir mig. Og ég á ekki þessa sögu að segja. Og Guð gefa ég í hann aldrei að segja. Ég hef lagt mig fram að lifa guðlegu lífi. Ég hef lagt mig fram að vera ærleg manneskja, heiðvirk, heiðarleg og góð manneskja. Og ég held að séu margir sem að gætu tekið undir það sem að þekkja mig. Ég veit ekki hvað aðrir gera sem að þekkja mig ekki, en sem er allt annað mál. Við getum verið með alls konar skoðanir og myndir af mönnu sem við þekkjum ekki neitt. Það er náttúrulega bara heimska að vera með það, en það er fullt af heimsku fólki til. Það er bara svoleiðis. Sem gín við sögum frá vondum mönnum og konum. Og þetta fólk er líka til. En þetta vonda fólk og vondu menn og konur, þið geta alveg verið gott fólk. En það gerist ekki nema að söglu Það taki upp einhvern annan hátt. En það gerist ekkert, elskaði vinur minn, fyrir þetta fólk sér. Ef það er á sínu stað og við segjum að það sé vond fólk og þetta fólk er til, er það vegna þess að það sér ekkert við það sem það er að gera. Þetta er vandi og þetta er það sem Drottinn segir blinda. Hann er ekkert að tala fólk sem sér ekki með augunum sínum. Hann er að tala fólk með fulla sjón en sér ekki og les ekki rétt bæði sjálft sig og kringumstæður sína. Það er blindan sem Drottinn er að tala og þú lest í Biblíunni. Og við vitum að þetta er svona. Ef þú sérð ekki, hverju ætlar þó að breyta minn elskaði vinur? Þú þarft að sjá til að möguleiki sé á að breyta. Ég veit alveg hvað maður hugsar. Það er ekki til sem manneskja sem hugsar ekki og vill ekki vera góð í hjarta sínu. Og kannski telur hún sig vera góða í hjarta sínu. En hvað er í hjartanu? Og hvað er að mata hjartað? Eða hvað hefur matað hjartað? Einhverja lygar úr heiminum. Það er nóg til af þeim. Og þær að mata margan mannin og konun í dag. En hvað kemur út í því? Ekki góða, fagra og fullkomna. Þó menn jafnvel telji það að það svo sé. Allt leiðir þetta til góðs sem er rangt. Sumt leiðir til dauða. Það er bara þannig. Og aftur komum við að spurningunni það hvað ég vil fyrir mig.
Og ég veit alveg svarið, af því að við þekki fólk nógu mikið til þess að vita svör við svona spurningum. Og aftur komum við að spurningunni, hvað er í hjartanu? Þú dregur það upp sem þar er. Ef það er Guðs orð, trú og kærleikur frá Guði, þá kemur það upp. Og því hann er sannleikur, segið þið sannleikan og tala við þið sannleikan, þá mun þetta draga upp sannleikan fyrir þér. Við vorum að tala áðan að prófa trúna, að dæmi sér tekið. Þetta er aflið sem prófar trúna í sannleika. Og þú færð prófskírteini úr þessari könnuninni og þessu prófi og það segir bara stöðuna eins og hún nákvæmlega er í dag. Og hver gerir þetta próf? Þú sjálfur, enginn fyrir þig. Þú sjálfur gerir þetta próf, þú miðar við sjálfan þig út frá orði Guðs og þá kemur niðurstaða út úr því. Þú hefur ekkert annað en orðið til að taka próf í þessum fræðum. Og hvað segir þetta mér? Þú þarft að vera vel að þér í þessu frábæra orði. Bæði ég og þú. Bæði erum undir þessari kvöð að vera vel að okkur í orði Guðs. En það er misjafnt, vegna þess að fólk er misjafnlega á sig komið hvað þetta varðar, en þetta er leiðin. Viljirðu þekkja Guð vel, skaltu vera fyrst og fremst vel að þér í orði Guðs, því að þar segir allt það sem þú þarft að vita Guð. Þannig að við sjáum að manneskja með annan fótinn í heiminum og hinn í Guðsríkinu, svona rokkandi þarna á milli, getur aldrei orðið fugl eða fiskur í trúnni. Það er bara ekki hægt. Drottinn biður aðskilnað. Biður skýran aðskilnað. Hann talar þetta til mín. Hann gefur mér valkost. En ég ræð hvað ég vel. Og ég fyrir mína parta hef valið Guðsríkið, en þú verður að velja fyrir þig. Ég get aðeins bara bent þér á þetta og hvatti þetta til að gera sama. Ekki mín vegna, heldur þín sjálfs vegna. Það sem er gott fyrir mig í trúnni er líka gott fyrir þig. Og þetta er gott fyrir okkur að ígrunda og hugleiða og vera undir. Og hver gerir þetta? Hver gerir þetta nema ég sjálfur? Og þú segir þetta með mér. Ég geri þetta sjálfur og sjálf. Það er ekki hægt neitt annað. Það er engin önnur leið í boði. Og við erum innan auðvitað alls konar talsmáta og tal og hugsanir og skoðanir og allt saman það. En að því að við erum réttu megin í Guði, þá kemur upp þessi síja. Og Drottinn sjálfur er auðvitað með, hann bara vingsar þessum orðum framhjá sem eiga ekkert erindi til þín. En þau sem eiga erindi til þín kemur hann með og þau verða eftir í hjartanu. Þannig að hann er síjan. Þetta er Guð sem ég þekki. Þetta er Guð sem að ég vil boða þér og sjálfu mér og vaksa sjálfur í og hvetja þig til að vaksa fyrir þína parta í sama Guði. Því að Guð er einn. En við tilheyrum honum bæði og báðir sem sitt hvor einstaklingurinn með frjálsan vilja til að velja og hafna öllu sem að kemur og fara með okkur hvert sem við viljum. Og að því að við viljum að þetta endi nú allt saman vel sem byrjaði svo vel, þá er ekkert neitt annað að ræða nema að halda sér við það sem að lífið er að kenna okkur. Lífið í Guði er að kenna okkur. Og hann segir við mig, Konráð, ræktaðu daglegt samfélag við mig. Og þetta er hvatningin. Þetta er hvatningin frá degi til dags, milli mánaða og ára, og þú eldist, þú yngist ekki með árunum, og þú ert ennþá á þessum stað að rækta samfélagi við Guð. Þannig við sjáum, við tölum sannleika, við erum ekkert að blekkja neitt,
og aldeilis ekki sjálf okkur, að trúin okkar hlýtur því að standa á þokkalegum grunni. En dagarnir eins og þeir eru og það margt í deginu sem ekki gott og þetta vitum við. Við eigum von á þessu og erum undirbúin svona hálfgildis undir það þó maður geti aldrei þetta undirbúið sig undir allt sem gerist, en það er það algjörlega geggjað að vera að pæla neitt í því, því að sumu verðum við bara að mæta og það er allt í lagi. Við eigum til trú og við erum konið það langt með okkur sjálfa, hún rís upp í okkur við andstreymi svo kallað. Þannig að það víkur, það fer, það hverfur. Þetta er það sem að Drottinn býður. Hann býður okkur fullkomna vernd, 100% vernd, sem að gengur með okkur, er í okkur, starfar með okkur, fyrir okkur og við göngum áfram með verkefni Drottins í höndunum og klárum þau. Og svo kemur eitthvað nýtt í Jesú nafni og við klárum það líka. Við erum ekkert að blína neitt á neitt nema það sem Drottinn er að bjóða. Við sjáum að slíkt fólk, og þú getur alveg verið þessi manneskja og ert að í Jesú nafni, ég bið bara um það, erum aldrei með annan fótinn í heiminum og hinn í Guðsríkinu. Nei, við erum bara í Guðsríkinu. Þetta er það sem að Drottinn hefur kennt okkur í gegnum tíðina. Þetta er það sem hann hefur kallað okkur til að gera og við höfum verið að gera. Lengi eða stutt, það skiptir engu máli, árin bara líða og þau eru þess vegna orðið 30 eða 40 eða Guð má vita hvað. Árin bara líða eins og dagarnir líða. Þetta er ekkert þess að hrósa sig neitt af eða mikla sig af hvað maður sé búin að vera lengi í þessu. Við erum búin að vera lengi í þessu vegna þess að við eldustum. Það er nú bara skýringi við því. Svo sem ekki trósunar efni, en kannski hvatning fyrir einhverja. Og hann og hún getur alveg náð stama, en hann verður þó að gera þetta með réttum hætti. Hann nota hvern dag fyrir Guð. Og hann tekur ekki mál að vera með annan fótinn í heiminum og hinn í Guðsríkinu. Rokkandi þarna á milli. Eða vera einhverju stað þar sem villan er kennd. Þetta er ekki staður trúarinnar. Staður trúarinnar er hjá Guði. Staður trúarinnar er í ranni Guðs, þar sem orð Guðs er kennt. Það er staður Guðs og þú getur alveg verið þar. En þú verður þó að vilja það. Og þú verður að sjá tilgangi með því að vera þarna. Hver er tilgangurinn með að læra betur inn á Guð? Erum við ekki með það á hreinu? Velkjustu við ykkur og vafa um þessi atriði? Ef svo er, þá er það mjög slæmt. Þá er það einhvað í hjartanu sem hefur brostið, sem Drottinn er að biðja núna að koma til sín með, því hann ætlar að laga þetta. Ég get ekkert gert neitt fyrir þig, nema bara að tala það sem Drottinn er að bjóða mér að tala til því. Hann er aðilinn sem að vill fá þig til þess að annast og lækna það sem fór aflaga, sem eru sýkt og sjúkt. Það getur gerst. Það getur gerst líka í trúnni og hefur því miður oft gerst með trú mann og kvenna. Það er náttúrulega bara sorgarsaga, en þetta eru svo margar sorgarsögurnar sem við höfum að segja í þessu lífi. Og við vitum líka að við þurfum að glíma við þetta allt saman og þeir sem standa ennþá uppréttir er bara vegna þess að þeir tókuðust alltaf rétt. Þeir gáfu Guði daginn og gerðu það sem þeir gátu gert þess að viðhalda sinni trú og hún er ennþá öflug, hefur vaxið, ekki nigna. Er ekki einhver hálfgildis í dag og svo eitthvað svaka öflug á morgun. Hún er bara stöðug. Það er hægt að eignast líka trú og þetta er trú sem Drottinn vill að við eigum. Og hann gefur þessa trú, hann byggir undir þetta að þessi trú verði til og hún verður til að því Drottinn hefur sagt það. Bara gefum honum eftir að eiga við okkur eins og hann vill og það verður ávöxtur af því okkur til blessunar og góðs, starfi hans til blessunar og góðs og söfnuðum hans til blessunar og góðs. Og þetta er það sem við viljum gefa af okkur. Þetta er það sem við viljum að sé. Við viljum að þetta sé með þessum hætti og það er þannig með þessum hætti á mörgum stöðum en ekki kannski allstaðar. En allir geta
komist á þennan stað að þetta sé allt saman í lagi, en þeir verða þó að sjá sé einhvers staðar meinbugur á ferlinu. Það er ekki ég sem get gefið þessa sjón. Drottinn einn gerir það og hann gefur þér þessa sjón þegar hann sér þig komin á réttan stað. Á meðan þú vilt ekki vera á réttum stað, mundu áfram sjá villu sín. Hugsa rangar hugsanir og alls konar svoleið. Þannig bara er Guð. Hann gefur okkur val, en hann segir að það sé afleiðinga öllu sem við gerum. Og afleiðinga bæði til góðs og ills. Við skulum hafa afleiðingarna til góðs. Og þær eru til góðs þegar við keppumst með því sem er Guðs. Þetta er boðskapurinn í Jesú nafni og hefur verið allar götur frá því hann fyrst heyrðist. Þetta er það sem málið snýst um. Það er að gera til góðs vegna þess að við viljum uppskera sem er til góðs fyrir okkar eigið líf. Og þannig bara er það, kæru vinir, að mitt líf þarf að vera til góðs fyrir sjálfan mig. Og ef það er til góðs fyrir sjálfan mig, þá er næsta víst að það verður öðrum til góðs einnig. Þannig ef við hugsum öll svona, þá erum við nú bara að gera frábæra hluti, ekki satt? Ég myndi segja það, og þetta er hægt. Við höfum leiðina, við höfum orðið, við eigum trúna, við eigum heilagan anda, við getum nýtt þetta alls og þá verður niðurstaðan þessi. Ávöxtur sem er gómsætur og góður. Það er líka hægt að fara með sig ykkur allt aðra átt og allt það sem við erum að gera er óvætt og bara neitraðjafnin. Þetta er allt saman bara spurningum það hvað við viljum. Og ég sem einstaklingur vel fyrir mig, rétt eins og þú sem einstaklingur velur fyrir þig, það getur enginn tekin eina ákvörðun hvort sem er fyrir mig að þig, það er ekki hægt. Og þetta vitum við. Hvaða mannsbarn í heiminum veit þetta ekki? Hún er ekki til. Þetta liggur alveg borðleggjandi fyrir. En við erum með það sem við eigum og sum af okkur höfum ræktað þetta betur en aðrir og það er ekkert hrósunarefni fyrir mig. Ég valdi bara það sem að betra var og þú fyrir þig velur það sem betra var og ert því að vaksa í þinni trú stöðulega og jafnt og þétt og meðan aðrir kannski sökkva alltaf dýpra og dýpra ofan í myrkrið. Hver er munurinn? Hann er raunverulega sami nema menn völdu sitt hvað, sitt hvora leiðina fyrir sig. Það er eini munurinn. Og við komum aftur að þessu vali mínu og þínu og sjáum ávöxtin af vali okkar og hver er hann? Skoðaðu hann, sjáðu hver hann er og lefðu sannleikanum að tala til þín og taktu því sem að sannleikur færi þér. Ég bið það að hann færi þér góða niðurstöðu vegna þess að þú hefur verið að gera það sem er gott og betra. En síðan einhvern veginn öðruvísi þá erum við þið einan að sakast og engan annan. Þú ert að fara með lífið þitt út í einhver tjón sem þú ert að uppskera af. Það er uppskera af öllu og hver veit ekki þetta? Þetta er alveg borðleggjandi. Borðleggjandi niðurstaða fyrir hvort sem er mig að þig. Og akkur haldið þið að Drottinn dæli út öllu þessu ræðu sínum, flottur ræðum sem vilja leiðbeina fólki. Akkur getur það verið? Af því að hann veit hvað við erum fljót að skipta huga, skipta skoðun, fara með sjálf okkur út í annað en við ætluðum okkur. Þetta er saga allt of margra og kannski okkar allra á einhverju stigi þó við höfum kannski rifið okkur frá því. Margir gera það og það er bara gott að vita það. En ef við erum guðsmenn og guðskonur daglega í faðmi Drottins, talandi við hann og leyfandi honum að tala við sig, þá gerist þetta aldrei. Þá er bara uppskeran góð og góð og góð. Og dagarnir líða, áratugirnir líða og við segjum uppskeran, hún er góð. Hún er hreint frábær. Hverjum er þetta að þakka? Guði og vilja mínum til að gera það sem er rétt í hans augum, sem ég ræði öllu og þetta er þemað sem við erum að fást við núna.
Við ráðum þessu öllu. Og þess vegna getum við ekki talað neitt annað en það að leyfa vilja mínum að vera leið vilji Guðs. Tengja þetta saman. Akkur haldið við fengið trú? Akkur haldið við höfum fylgst heilugum anda? Og akkur haldið þið að við eigum orðið? Þetta einmitt þessi brú myndist, þessi tenging. Við sjáum að við verðum að viðhalda þessu með þessum hætti og þetta dagleg vinna. Þetta maturinn sem við fáum stöðugt til okkar og nærustum af á hverjum degi og þetta getur ekki annað styrkt trúna. En það hægt að fara með þetta allt forgörðum ef við hættum að rekta þetta samfélag. Þó við séum búin að byggja okkur upp í hæstu hæðir innan gæsalappa, þá þetta hrinda því öllum koll. Bara með því að söðla í hugsun, taka aðra afstöðu en verið hefur. Þess vegna þurfum við að vera vakandi á meðan við lifum þessu lífi. Vaki, segir Drottinn. Og hann ekkert að segja þetta, tala einhvern sérstakan dag, einhvern tímann í framtíðinni. Hann bara að tala daginn í dag, vakið. Og við höfum verið að tala það hvers vegna við þurfum að vaka. Við þurfum að undirbyggja alls konar og þetta alls konar kemur þegar við erum að rækta samfélagi við lifandi Guð. Það kemur ekkert með neinum öðrum hætti. Það þarna. Þetta það sem við þurfum að gera og þetta það sem að fræðslan og kennslan hefur byggt á og talað í gegnum aldirna. Þetta ekkert nýtt sem við erum að heyra hér, bara aldeilis ekki. Þetta eldgömul tugga, en þó ekki tugga, ný vegna þess að Drottinn fallegur og ferskur. Hann endalaus. Þú tæmir hann aldrei. Og hann svo stór, hann gerir allar ræður nýjar. Þó það séu á gömlum merg. Allar ræður nýjar. Og þú upplifið þér ekki sem eina tugguna. Það ekki hægt að upplifa tuggu í Jesú nafni. Til þess Drottinn og stór. Og þetta líka góð hugsun sem að við bæði gefa mér og þér að eiga. Því að þetta sannleikur. Þetta það sem Þetta það sem gildir. Og þetta það sem þú getur eignast. En getur þó ekki eignast nema að stunda þetta. Rækta þetta. Ef þú ert ennþá manneskjan með annar fótinn í heiminn og hinn í Guðs ríkinu, þá nærðu þessu aldrei. Ekki reyna það einu sinni, bara viðurkenndu staðreyndir og ákvættu þig, hvort vill ég? Vill ég vera í Guðs ríkinu eða vill ég vera í heimsríkinu? Þetta valið. Því að þú getur ekki spyrt þetta saman, en með því að vera með annar fótinn í heiminn og hinn í Guðs ríkinu, þá ertu að reyna það. En það mun aldrei takast, það er engum tekist það. Það hafa allir þurft að taka ákvörðun og velja hvað þeir vilja. Þetta það sem Drottinn vill, veldu. Og hann segir við okkur hinn sem að höfum staði vaktin okkar, vakið. Þannig að hann undaskilur okkur ekkert. Hann kemur líka með ákveðin orð til okkar, mjög alvarleg orð. Vakið, segir hann. Við erum kannski búin að vera heil í okkar trú áratugum saman, en hann segir samt við okkur, vakið. Af hverju? Að þegar dagarnir eru bara eins og þeir eru og þeir bara færa okkur þetta og þeir færa okkur hitt. Hver dagur fyrir sig nægir. Þessum degi þurfum við að skila á okkur góðum. Við skiluðum gærdeginum á okkur góðum og höfum gert það reyndar í þessi 20-30 ára, Guð maður vita hvað, við erum búin að vera lengi við þetta. En þessi dagur sker úr. Hann bara þetta. Og Drottinn segir þennan dag, vakið. Gætið ykkar, stígið varlega til jarðar, verið undir mínum vilja og í mínum vilja, verið í mér þá verð ég í yður. Þetta ekki flókið, en þetta bara það sem við þurfum að gera. Við þurfum að velja þetta, ég fyrir mig og þú fyrir þig. Þetta það sem hann að bjóða, þetta það sem hann að bjóða í dag. Hefur boðið þetta frá því hann hóf starf, þetta hefur ekkert breyst. Því að Drottinn sami og verður áfram aldir og það styrkur hins trúaða manns að svo sé. Það breytist ekkert í honum. Það fullkomnað og það sem fullkomnað, hverju á að breyta þar? Og ef við breytum ykkur þar þá það alltaf til skemmda. Þess vegna viljum við engu breyta
Og hver vogar sér að breyta einhverju sem að Drottinn hefur sagt? Eina sem hann getur gert, hann getur farið eftir því og það hvetur trúin okkur til að gera, hann getur líka hafnað því. Annað getur hann ekki gert. Það sem Drottinn segir, það stendur. Það þarna. Fyrir fólk sem að vil taka við því sem hann að segja. Og það uppsker það sem að orðið segir, blessun, sigur, staðfestu, þolinmæði, þrautsegi og allt þetta sem við þurfum. Maður sem hefur þetta, hann ekki aldeilis ekkert að útleiða það. Hann getur ekki verið með vinstri fótinn í heiminum og hægri fótinn í Guðsríkinu. Það ekki hægt. Hann annarkvort. Og það ljóst að maður sem þetta gerir í Guðsríkinu. Og Drottinn bara vill hvetja þig, vertu í Guðsríkinu og hættu allir vitleysu annað. Því að þetta vitleysa að fara með sjálfan sig eitthvað annað inn í Guðsríkið. Veldu. Nú dagurinn til að velja. Ég hveti til þess að velja Guð, Drottinn Jesú, allt það, en þú ræður hvað þú gerir. Í Jesú nafni. En við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.